Erlendir sérfræðingar sem áttu fund með seðlabankastjóra fyrir ári sögðu forsvarsmenn íslensku bankana örvæntingafulla. Geir H. Haarde segir að ríkisstjórnin hafi gert allt sem í hennar valdi stóð. Erlendir fjármálasérfræðingar gáfu íslenskum bankamönnum ekki háa einkunn á fundum með seðlabankastjóra fyrir ári. Þeir væru reynslulausir og ósannfærandi. Davíð Oddsson, fyrrverandi seðlabankastjóri, átti fyrir rúmu ári fund með fulltrúum erlendra banka og matsfyrirtækjana Fitch og Moody's. Í skýrslu Davíðs fundina með matsfyrirtækjunum segir að áhyggjur af Íslandi litist eingöngu af íslensku bönkunum, fyrirferð þeirra í fjármálalífinu sé slík að verði þeim hált á svellinu, detti aðrir með þeim. Í skýrslunni segir að Moody's hafi haft áhyggjur af öllum bönkunum, en helst því hve hinn mikli innlánsreikningur Icesave kynni að vera kvikur og háður trausti og trúnaði, ekki aðeins trausti á Landsbankann, heldur á Ísland og bankakerfið. Þetta í febrúar sem að Seðlabankinn les þessa skýrslu yfir forráðamönnum ríkisstjórnarinnar. Í samtali við fréttastofu í dag sagði Geir H. Haarde að það hefði ekki verið einfalt að bregðast við áhyggjum erlendu fjármálasérfræðingana. Strax þarna hafi verið erfitt fyrir bankana að selja eignir. Seðlabankinn og ríkisstjórnin hafi gert það sem í þeirra valdi stóð. Erlendu sérfræðingarnir bentu á að markaðurinn vantreysti íslensku bönkunum, sérstaklega Glitni og Kaupþingi. Talsmönnum Kaupþings væri ekki treystandi og að talsmenn Glitnis væru reynslulausir og desperat. Glitnir virtist í verulegum vandræðum, eigendur hans væri í þröngri stöðu og gætu fljótlega lent í vandræðum. Kaupþingi væri ekki treyst, yfirlýsingar þeirra væru ósannfærandi, svo ekki væri meira sagt. Niðurstaða skýrslu Davíðs er að af þessum viðræðum og ummælum að dæma var íslenska bankakerfið í mikilli hættu, ekki síst vegna þess hvernig það hefði þanist út í trausti þess að það erði ætíð leikur einn að útvega lánsfé. Forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar funduðu með bankastjórum viðskiptabankana eftir að hafa hlustað á skýrslu af ferð seðlabankastjóra til London. Mánuði síðar vörðu ráðherrar bankana á erlendum ráðstefnum. Ríkisútvarpið birti í gær innihald skýrslu ferð fulltrúa Seðlabankans til Lundúna í febrúar í fyrra. Þar áttu fulltrúar Seðlabankans fundi með háttsettum fulltrúum erlendra banka og matsfyrirtækja sem báru íslensku bönkunum ekki vel söguna. Vantraust í þeirra garð og íslenska bankakerfisins rauði þráðurinn í skýrslunni sem Davíð Oddsson, þáverandi seðlabankastjóri, las fyrir ráðherra úr ríkisstjórninni. Á sama tíma þurftu bankarnir að fjármagna sig en lánskjörin sem í boði voru vond. Skýrsla Seðlabankans dagsett 12. febrúar 2008. Daginn eftir, 13. febrúar, sagði Geir Haarde þáverandi forsætisráðherra á viðskiptaþingi að illa gengi að koma réttum upplýsingum á framfæri erlendis, jafnframt þyrfti að benda betur á það sem jákvætt væri, til dæmis jákvæða stöðu bankana og ríkissjóðs. Það alveg ljóst að það eru ranghugmyndir og vitlausar upplýsingar og rangtúlkanir í gangi hvað varðar okkar efnahagslíf og einnig stöðu bankana og ef við getum gert eitthvað sameiginlega til þess að takast á við þetta vandamál og þá sjálfsagt að gera það. Geir boðaði því til fundar með forsvarsmönnum stóru viðskiptabankana þriggja, Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur utanríkisráðherra, Árna Mathiesen fjármálaráðherra og Björgvin G. Sigurðssyni viðskiptaráðherra þann 14. febrúar. Í fréttum RÚV af þeim fundi kom fram að Geir og Ingibjörg hefðu þá þegar hitt bankastjórn Seðlabankans og rætt fjármögnunarvandann. Seðlabankinn ætti frumkvæði að samráði stjórnvalda og bankana en óttast væri að íslensku bankarnir þyrftu enn sinn að búa við afar erfið lánskjör í útlöndum. Við gerðum ríkisstjórninni grein fyrir því og ég gerir ráð fyrir því að þessi fundir með bönkunum séu framhaldi að fundum okkar með forráðamönnum ríkisstjórnarinnar. Við höfum auðvitað mjög miklar áhyggjur af því, getum ekki neitað því að markaðir skulu vera jafn erfiðir eins og þeir hafa verið og við höfum áhyggjur af því að það sé ekki ennþá sjáanleg teikn á loft það að þeir séu að opnast. Mánuði síðar, miðjan mars, sögðu Ingibjörg Sólrún og Geir Haarde á ráðstefnum erlendis að staða íslensku bankana væri ekki verri en annarra norrænna banka. Minnisblað frá fundi Seðlabanka með fulltrúum banka og matsfyrirtækja í London í febrúar í fyrra hefur nú verið gert opinbert. Nokkrum ráðherrum var í framhald af þessum fundi gerð grein fyrir því hversu útlitið væri svart í íslensku efnahagslífi. Við förum yfir þá eftir hvernig ráðamenn brugðust við þessum slæmu horfum sem þeim voru kynntar og spyrjum hvort þeir hafi sýnt gáleysi í framhaldi af því.
Seðlabankamenn áttu fundi með fulltrúum banka og matsfyrirtækja í London í febrúar í fyrra. Minnisblað úr þeirri ferð hefur nú verið gert opinbert eftir að Heiðar Örn Sigurjónsson, fréttamaður úr Ríkisútvarpinu, skaut beiðni sinni að fá það í hendur til úrskurðarnefndar upplýsingamál. Þar kemur fram að mönnum var brugðið að heyra hversu útlitið væri í rauninni svart. Nokkrum ráðherrum og embættismönnum var kynnt efni ferðaskýrslunnar og viðbrögð þeirra hafa vakið nokkra furðu svo ekki sé sterkar kveðið að orði. Þóra Arnórsdóttir skoðaði málið. Fréttablaðið hefur eftir Ingimundi Friðrikssyni, fyrrum seðlabankastjóra, að Davíð Oddsson hafi setið þessa fundi við annan mann. Það fer ekki milli mála af lýsingunum að íslenska fjármálakerfið var komið fram á hengiflugið fyrir rúmu ári, en minnisblaðið dagsett 12. febrúar. Lítum á nokkur dæmi. Eftir fundi með matsfyrirtækjum var þetta niðurstaðan. Ljóst að áhyggjur af Íslandi litast eingöngu af áhyggjum af íslensku bönkunum og talið að fyrirferð þeirra í fjármálalífi Íslendinga sé slík að verði þeim hált á svelli, þá detti aðrir með þeim. Moody's hafði áhyggjur af öllum bönkunum, en þó einna mest af einum þætti sem snýrað Landsbanka Íslands, en þar að ræða hve hinn mikli innlánsreikningur Icesave kunni að vera kvikur og háður trausti og trúnaði á markaði. Seðlabankamenn fóru yfir þau rök sem væru gegn því að þessi innlánsreikningur væri jafn ótraustur og Moody's hefði áhyggjur af, en ekki líklegt að öllum efasemdum þeirra hafi verið eytt. Ekki virtust stórir erlendir bankar hafa mikið álit á þeim íslensku, mikið vantraust ríkti á markaðnum vegna þeirra, einkum þó Glitnis og Kaupþings. Talsmönnum Kaupþings væri ekki fyllilega treyst og talsmenn Glitnis bersýnilega reynslulausir og virkuðu desperat eins og það var orðað og virtust hafa mjög veikt fjárhagslegt bakland. Seðlabankinn og ríkið væru hins vegar í nokkuð góðri stöðu og nytu trausts. Og því kæmi til greina að bankinn færi í svokallað roadshow án samfylgdar viðskiptabankana. Af því var þó ekki en aðrir fóru á vegaflakk eins og nánar verður vikið að síðar. En niðurstaða Seðlabankans eftir fundahöldin í Lundúnaborg var þessi. Það ljóst að íslensku bankarnir, Kaupþing og Glitnir alveg sérstaklega, hafa stemt sér, og það sem verra íslensku fjármálalífi í mikla hættu, jafnvel í hreinar ógöngur, með ábyrgðarlausri framgöngu á undanförnum árum. Hættulegt að hafast ekkert að í þeirri von að markaðir opnist óvænt og allur vandi verði þá úr sögunni. Nauðsynlegt að hefjast þegar handa við að vinda ofan af stöðunni, svo hún verði ekki óleysanleg. Ekki hægt að útiloka að miklu fyrr rætist úr markaðsaðstæðum og aðgengi að fjármagni en nú talið. Ekkert bendir þó enn til þess og ef menn láta sér nægja að lifa í voninni verður of seint að bregðast við þegar ljóst verður að vonin rætist ekki. Lítum þá aðeins á hvað gerðist í kjölfarið. Minnisblaðið hafa verið lesið upp fyrir ráðherrana Geir Haarde, Árna Mathiesen og Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur og aðra embættismenn sem ekki hafa verið tilgreindir. Hvenær sá lestur fór fram ekki ljóst en hitt vitað að hluti ríkisstjórnarinnar hélt samráðsfund með forsvarsmönnum allra stærstu fjármálafyrirtækja landsins 14. febrúar og tilgangurinn var að meta hvernig ríkið og bankarnir gætu unnið saman meðal annars við að leiðrétta ranghugmyndir íslenskt efnahagslíf eins og Geir Haarde orðaði það. Í mars hélt utanríkisráðherra til Kaupmannahafnar og talaði þar á ráðstefnu íslenskt viðskiptalíf. Megn óánægja hafði verið meðal íslenskra kaupsýslumanna með fréttaflutning danskra fjölmiðla af stöðunni á Íslandi. Þar sagði Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: Íslenskur efnahagur stendur styrkum fótum. Raunar staða íslensks efnahags sterkari en sumra annara Norðurlandaþjóða. Bankar okkar eru einnig mjög sterkir og þrautsegir. Það vert að það komi skýrt fram. Forsætisráðherra flaug vestur yfir haf skömmu síðar í fylgd Lárusar Velding nú Snorrasonar frá Glitni, Hreiðars Más Sigurðssonar, bankastjóra Kaupþings og Sigurjóns Árnasonar, bankastjóra Landsbankans. Jón Ásgeir Jóhannesson var einnig með í för. Í New York var svo haldinn kynningarfundur íslenska fjármálaheiminn og var Geir Haarde tekinn tali af mörgum þarlendum fjölmiðlum, Bloomberg, CNN, Financial Times og fleiri. Boðskapurinn að sú dökka mynd sem dregin væri upp af íslensku fjármálalífi væri ekki sannleikanum samkvæm, staðan væri miklu betri en af væri látið, stóðirnar traustar og svo framvegis. Well, clearly the international credit squeeze, which has its origin here in the US, is affecting our financial institutions like everybody else's. But I think they are well protected and well prepared to take on this challenge.
And I think, in fact, the situation of our economy and of our banks is a well-kept secret. Nú og svo aflétti Seðlabankinn bindiskyldu af dótturfélögum bankana erlendis og Landsbankinn opnaði Icesave-reikninga í Hollandi í maí. Seðlabankinn hefur skýrt afnám bindiskyldunar með samræmingu við erlendar reglur og bent á viðvörunarorð í skýrslunni fjármálastöðugleikann sem birt var í maí, þótt þar kæmi fram það álit að bankakerfið væri traust. Aðeins fáum vikum eftir að hafa lesið skýrslu fyrir ráðherra vantraust á íslenskum bankamönnum lýsti Davíð Oddsson seðlabankastjóri því yfir í erlendum fjölmiðlum að bankakerfið væri traust. Davíð Oddsson fyrrverandi seðlabankastjóri var í viðtali við bresku stöðina Channel 4 í byrjun mars á síðasta ári. Fréttamaður stöðvarinnar lýsti áhyggjum breska fjármálaeftirlitsins af innlánsreikningum íslensku bankana. Davíð var spurður út í þessar áhyggjur. These banks are so sound that nothing like that is likely to ever happen. Þetta sagði Davíð þrátt fyrir niðurstöðu funda með erlendum fjármálasérfræðingum í Lundúnum mánuði fyrr. Rauði þráðurinn í skýrslu Seðlabankans fundina vantraust erlendra fjármálasérfræðinga á íslenska bankamenn. Þar segir meðal annars að draga megi þá niðurstöðu af fundunum að íslenska bankakerfið sé í mikilli hættu. Markaðir verði almennt lokaðir bönkunum næstu 12 til 24 mánuði. En fremur segir að bankarnir hafi stemt sér og íslensku fjármálalífi í mikla hættu, jafnvel ógöngur með ábyrgðarlausri framgöngu. Það sé hættulegt að hafast ekkert af. Í mars rýmkaði Seðlabankinn reglur bindiskyldu útibúa íslensku bankana í útlöndum og breytti lánareglum til að auðvelda fjármálafyrirtækjum að taka hjá sér lán. Í maí gaf Seðlabankinn út skýrslu fjármálastöðugleika. Þar enn fjallað lausafjárkreppuna og þær blikur sem voru á lofti á þessum tíma. Vissulega segir að ríkjandi aðstæður gætu reynt á viðnámsþrótt bankana og brýnt fyrir fjárfestum að fara með gát. En svo segir Seðlabankinn að mestu máli skipti hve viðbúið og máttugt fjármálakerfið sé. Á heildina litið telji Seðlabankinn að fjármálakerfið sé í meginatriðum traust.